Komiði sæl, gott fólk. Takk fyrir að koma og hlusta. Og eins og ég sagði í síðasta vídeói að þá ætla ég að spjalla svona ýmis málefni sem tengjast andlegri líðan og hvernig við getum breytt jafnvel hugsunum, hegðunum okkar svo okkur líði betur og við tæklum bara daglega lífið betur. Hver vill það ekki? Ég er búin að stúdera mjög mikið í gegnum ævina á eigin skinni, að sjálfsögum, maður lærir alltaf mest á eigin skinni, á reynslunni og í námsbókum og námi hvaða aðferði gagnast best og ég bara deili því. Ég nenni ekkert að vera að hringla í einhverju dauðum bókum sem að segja manni lítið. Ég vil tengja saman huga, líkama og sál. En það er svo merkilegt að í sálfræðibókum sem sálfræðingar læra í háskólanum og ég lærði sem hjúkrunarfræðingur í mínu námi að hvergi minnst orðið sál. Nei, bara hvergi. Það er bara svo sál sé ekki hluti af okkur að tala huga og líkama. En við erum svo mikið sál og í mínum þáttum hérna í framvegis að þá mun ég minnast oft á sálina í okkur. Hvar sem að hún er staðsett. Það ætla ég ekkert að fjalla enda er ég ekki skyggn inn á við og ég bara hreinlega veit það ekki. En ég veit allavega að ég er sál með þennan líkama. Það sem kom svona upp efst í huga mig núna að minnast á í þessum þætti að það er meðvirkni og hvernig við getum opna huga okkar fyrir því hvar við erum meðvirk og hvenar við erum að fara langt út fyrir mörkin okkar gagnvart öðru fólki sem láta traðka á okkur og skíta skónum bara fyrir að fá eitthvað smottir í staðinn. Við erum að leita að kærleika, ást, viðurkenningu, samþykki á okkur sjálfum. Það er meðvirkni og við gerum ýmislegt til þess. Og ég sá þetta spil hérna í spilastokk sem kemur úr þessari bók sem heitir The Korean IFS Cards. IFS stendur fyrir Internal Family System og þessi bók er eftir Robert R. Falconer sem er mjög góður kennari minn og konuna Seng Hee Son. Ég ber þetta örugglega kolvitlaust fram en það verður bara fyrirgefast. Þetta hérna spil sem ég dró úr stokknum. Þetta er ekkert fallegt, þetta er alveg bara ógeðslegt að mínu mati, að ég hef fóbíu fyrir þessu kvikindum. Og þetta sýnir manneskju sem hangir í snæri þó að allstaðar sé hætta, allstaðar hætta undir og fyrir ofan en ekki forðar hún sér. Hún lætur sig hafa þetta í stöðugri hættu alla daga, hún ofbýður sjálfri sér til að fá hana nokkra hunangsdropa. Þetta er svona eins og, já það er alveg nóg fyrir mig að fá svona smá brauðmylsnu eða að ég fá eitt bros frá maka eða whatever. Og þá ger ég bara allt fyrir viðkomandi. Bara er pleaser. Já, bara nefnum. Það er í raun að veru ótal mörg hlutverk sem við getum farið í til að fá þessa viðurkenningu. Og við getum virkilega tekið ábyrgð á því sjálf. Því að það er engum öðrum að kenna. Ef að ég væri til dæmis slegin af, segjum það að ég ætti mann sem myndi lemja mig. Sem er ekki rétt. Thanks God. Þá er það ekki mér að kenna þegar hann gerir það í fyrsta skipti. En næstu skiptuna eftir er það á mína ábyrgð. Því að það er á mína ábyrgð, hvað vil ég láta bjóða mér upp á? Hvað læt ég bjóða mér upp á? Ég hef alltaf val að forða mér. Ég hef val hegðun mína. Ég hef val að bregðast við. Það þýðir ekki fyrir að gera það í hatri eða hefnd. Heldur bara setja mig í forgang. Hvað vil ég bjóða mér upp á? Góð spurning fyrir daginn í dag. Hvað vilt þú, hlustandi góður, bjóða þér upp á í dag? Hvað áttu skilið? Getur þú svarað fólki þegar það er að gagnrýna þig? Getur þú sýnt skilning?
sjálfum þér? Eða verður kannski eins og ég varð stundum, og ég held að gerist alveg, að ég bara svona lamast. Af því það er einhver lítill partur í mér, svona eitthvað lítið barn inn í mér sem að bara frýs ef það er skammað. Þannig að hvernig bregstu við þegar þú lendir í aðstæðum sem eru erfiðar og einhver er að gera lítið úr þér eða fara illa með þig? Hvernig bregstu við? Taktu eftir því. Ekki gera þær kröfu til þín að þú getur breytt því. 1, 2, 3. Fyrsta skrefið er að taka eftir því. Hvernig bregstu við? Og síðan er það, hvað getur þú gert í því? Og það er allt hægt. Þú átt að besta skilið. Sjáum síðar.